Keflvíkingurinn Sigrún Sævarsdóttir Griffiths fékk svo sannlega tónlist í vöggugjöf. Hún man eftir sér lítilli með móður sinni að kenna á píanó í tónlistarskólanum í Keflavík og með föður sínum á karlakórsæfingum. Sigrún alin upp á Suðurgötunni í Keflavík. Tveir bræður hennar hafa líka lagt tónlistina fyrir sig, annar í óperusöng og hinn sem tónskáld. Hún hefur í mörg ár sinnt mögnuðu starfi hjá hinum þekkta tónlistarháskóla Guildhall School of Music and Drama í Englandi, þar sem hún vinnur tónlist með fólki sem hefur lent utan veltu í samfélaginu, meðal annars heimilislausu fólki. Við byrjum spjalloka þegar hún lítil stelpa í Keflavík og tónlist ómaði í eyrum hennar alla daga. En annars var ég bara þarna út allt og var með litabækur undir fylglinum hjá mömmu og þú veist, og fylgdi henni á allar æfingar með kórunum og svoleiðis, þú veist, og sat hjá pappa í öðrum bassa í karlakórnum og ég kann öll ættjarðarlögin, þú veist, annan bassa í öllum ættjarðarlögum og ég alveg sannfærð það að það hefur haft alveg gífurleg áhrif á bara þann tónlistamann sem ég í dag, að bara fá allan þessu óbeinu kennslu, þú veist, að þetta var bara í umhverfinu og þannig að ég reiði mig miklu meira á eyrun á mér heldur en einhverja tónfræði eða hljómfræði þegar ég að útsetja og svoleiðis að það það sem ég treysti betur, sko. Nei, var ekkert draumurinn hjá þér sem lítilli stelpu að verða píanóleikari eins og mamma þín var? Mamma þín var náttúrulega kenndi á píanó. Algjörlega, og var píanisti, sko. Já. Og ég lærði alveg á píanó og þú veist, ég ætlaði mér að fara lengra með píanóið og ég meina klára 8. stig á píanó, held ég man ekki alveg, þetta verði einhverjum grein. En ég kláraði, en svo byrjaði ég á básunu þegar Karini Sturlaugs vantaði í stórsveitina og það var eingöngu þess vegna. Hún sagði, já, mér vantar þetta, sko. Ég var að byrja að spila barítónhorn fyrr í lúðrasveitinni, en sem sagt, svo fór ég líka að átta mig á því að það voru ýmis tækifæri sem lágu fyrir, sko, með básununa sem ekki kannski áttu við með píanóið og rytmísk tónlist var alltaf eitthvað sem mér þótti mjög skemmtilegt og svona áhugavert að skoða. Þannig að ég, þegar ég var svona á þessum tímamótum að klára fjölbraut og reyna að átta mig á hvað ég ætlaði að gera næst, og þá fannst mér spennandi að skoða það meira básununa og fór í blásarakennari-deild í tónlistarskólanum í Reykjavík, en hélt áfram í píanónámi og var hjá Peter Maté sem ég hitti einmitt niðri í Listaháskólanum daginn og hann var að rifja upp þegar við vorum að vinna saman. Og þannig að jú, píanóleik, algjörlega, ég vissi ekki að þetta væri til það sem ég að gera í dag. Ég hafði ekki hugmynd það. Og það bara, í mínum huga var það annarkvort að vera klassískur tónlistarmaður, jazz tónlistarmaður eða pop tónlistarmaður. Og ég hafði aldrei ímyndað mér að verða jazz eða pop tónlistarmaður. Þannig að það bara, já, kom mér mjög óvart að ég skyldi fara út í það sem ég geri í dag. Þú varðst ekki tónlistarmaður á Íslandi með sinfoníinu eða einhvað, heldur fórstu eitthvað allt annað? Já, ég náttúrulega fer til London til þess að læra meira í tónlist og það var bara hálfgerð skyndiákvörðun, sko, að fara þangað. Ég ætlaði mér að fara til Þýskalands, að Smári bróðir minn var í Þýskalandi þá, í Köln, og ég hefði farið, þú veist, sumrin og undan, sko, einhver 3 sumur hafði ég farið til þeirra að passa Sævar Helga, sem var núna að vinna með mér, þegar hann var lítið strákur í Köln og líka átti mikið af vinum sem voru að læra við Kölner tónlistarháskólann og ég hafði hitt kennara við Kölner óperuna sem hafði, þú veist, samþykkt það að kenna mér. En svo hafði ég líka kynnst núverandi manninu mínum til 22 ára og hann hafði komið með deildarstjóra frá deildinni sem ég síðan stýrði í Guildhall í bara stutta heimsókn hingað og kynnt þetta fag og það var eitthvað svona, wow, þetta er mjög spennandi, sko. En ég hefði samt ekki alveg, þú veist, ég hefði ekki séð það fyrir mig sem eitthvað sem ég myndi gera að einhverju framtíðarplani, sko. En svo hafði ég farið til London í heimsókn og kynnst líka kennara við Guildhall skólann, básunu kennara sem var við London Symphony Orchestra og svo Covent Garden óperuna. Og mér leist mjög vel á hann og hann, þú veist, var líka, þú veist, góður við mig og hafði áhuga á að kenna mér. Og ég einhvern veginn, þú veist, bara prófaði að rælna að hringja í hann, þú veist,
og bara í ágúst og ég flyt til London í september, þannig að þetta var mjög fljótt sem þetta gerist. Og hann var til í að kenna mér, en þá var ég með augastað á þessari mastersdeild. Og en þau voru í ársleyfi, þau voru að endurhanna námið, þannig að það var engin kúrs þegar ég flytt til London. Þannig að ég fer bara að læra á básinu. Í Guildhall, já. Í Guildhall, já. Og en bara sem aukafag, þú veist, vegna þess að ég var bara í svona hálfgerðu limbo, ég var svona að spá hvað ég á að gera. En svo Og segðu okkur aðeins áður og heldur lengra áfram, Guildhall er virtur tónlistarháskóli í London. Hann er svona einn af þessum stóru á heimsvísu og hann er mjög virtur tónlistar- og leiklistarskóli og það eru margir af svona frægustu leikurum Breta sem við sjáum í sjónvarpinu eru fyrrverandi nemendur þar, eins og Daniel Craig og aðrir James Bond. Já, algjörlega, sko. Og hann kemur víst reglulega ennþá í heimsóknir. En það er alveg svona stórstjörnur á leiklistasviðinu sem hafa lært þar og stórstjörnur á tónlistarsviðinu líka, þannig að þetta er mjög stór skóli. Þú veist, það er eitthvað 1000 nemendur í tónlistadeildinni, leiklistadeildinni miklu smærri. Þau taka 24 nemendur á ári en það eru 2000 upp í 3000 mann sem þreytir pröfuspil á hverju ári. Þannig að þetta er rosalega svona mikil, fólk virkilega sækist í að komast þangað og nemendur eru alls staðar að úr heiminum. Svo þetta er mjög svona vibrant umhverfi og náttúrulega mikill heiður að vinna þar og ég hefði líka aldrei getað ímyndað mér að ég myndi enda sem deildarstjóri þar, þú veist að það var eitthvað algjörlega absúrt, sko, en einhvern veginn... Og það bara gerðist það? Já, algjörlega, ég hef aldrei sótt um vinnu. Ég hef einu sinni sótt um vinnu á ævi minni og það var í íslensku markaði, við Flugstöð, annars hef ég bara einhvern veginn lent í aðstæðum sem hafa verið mjög liðhóllar. En ég byrjaði semst 17 ára að kenna við tónlistarskóla Reykjanesbæjar og svo þegar ég flytt til, og ég gerði það alveg í gegnum námið mitt hér, en svo þegar ég flytt til London þá fékk ég mjög fljótlega vinnu við Guildhall við að stýra svona verkefni með undergraduate nemum. Þannig að áður en ég er búið með skólan þá er ég farin að vinna fyrir skólan og svo hélt ég því bara áfram og svo bauðst að taka við þessari mastersdeild. Og ég gerði það, ég sótti ekkert það var bara ok, nú takið þið við og ég og besta vinkonu mín Nell Catchpole, við stýrðum þessi námi í 12 ár og bara börnin okkar ólust upp saman, við vorum með sömu barnapíuna heima og keyptum bara svona tvíburakerru og þau voru bara saman alla daga og já, þannig að ég sótti ekki það jobb en ég fékk það jobb og ég er þar enn. Var þetta starf til í skólanum þegar þú kemur? Já, deildin hún var stofnuð bara 1989 og maðurinn minn var í fyrsta árganginum að þessari deild og upphaflega markmiðið með þessu var sem sagt að í rauninni var það svona frekar svona sjálfselsk ástæða hjá skólanum að stofna svona deild að það hafði verið svona í umræðinu að áhorfendur á tónleika, klassíska tónleika var að dala og áhorfendahópurinn var að eldast. Og í rauninni þá var þetta bara svona svolítið eigin hagsmunadæmi að fara með nemendur út í samfélagið til að kynna klassíska tónlist og þar af leiðandi myndu koma fleiri tónleikagestir og það var upphaflega pælingin. En svo náttúrulega þegar fólk byrjar á þessu að fara út úr sinni sápukúlu sem er listaháskóla umhverfið, sem er klassíski heimurinn, sem þú veist, sem á bara ekkert erindi til ofboðslega margra. Að þá uppgötar fólk, þú veist, að auðvitað höfum við öll gott af því að fara þvert á einhverja múra og einhver hólf, þú veist, í samfélaginu. Að listamennirnir sem fara út og starfa með fólkið í samfélaginu læra hellingum sjálfan sig, fara að sjá sína list í öðru samhengi og fyrir að spyrja sér spurningana hvers vegna er ég að gera það sem ég er að gera og hver á erindi, til hverra á mín list erindi og hvers vegna er ég að gera þetta svona, af hverju ger ég ekki svona og hver eru áhrifin af starfi mínu á almúgan, þú veist, af hverju ættum við að halda þessu bara fyrir fólk sem hefur efnaði að kaupa miða á tónleika eða hefur það í einhverju svona, bara er með það einhvern veginn í sínum daglega munstri, auðvitað ættum við að gera miklu meira því að fara út í samfélagið og að veita fólki aðgengi að listum.
vegna þess að við erum öll skapandi verur. Það sem skilur okkur að öðrum tegundum á plánetunni. Að það ekki bara fólk sem hefur stundað ákveðið nám eða háskólanám eða hvaða sem að hafa eitthvað til málanna að leggja. Við höfum öll eitthvað til málanna að leggja. Þannig að það núna pælingin miklu meira það hver okkar tilgangur sem listafólk og hvað getum við gert til þess að láta gott á okkur leiða í stærra samhengi. Hvernig gerðist þetta síðan? Þú ert bara dettur inn í þessa deild. Já. Og hvað gerist? Þetta var svona frekar mikil svona brautur í þetta deild sko, og við erum það í rauninni ennþá. Þó öll þessi ár hafa liðið þá erum við ennþá svolítið radikal sem mjög klikkað sko, að við séum á heildina lítið ekki komið lengra en það. En að þetta var mjög lítið teymi sem að réði þessa deild út í Guildhall. Maðurinn minn kemur sem með Peter Renshaw sem var frumkvöðullinn að þessu til þess að byrja með. Og þeir koma í boði Halldórs Haraldssonar sem var skólastjóri tónlistarskólans í Reykjavík. Þeir halda helgarnámskeið og fara að segja frá sínu starfi út í fátækum samfélögum í London. Og mér fannst það mjög áhugavert. En það svona sem eiginlega náði mér var miklu meira bara tónlistin. Hvað mér fannst þetta ótrúlegt að mér fannst eins og við værum bara í einhverjum leikjum, þú veist. Þetta var allur árgangurinn minn, þú veist, í skólanum. Við vorum alveg 40 manns, þú veist, og við vorum bara að fylgja einhverjum ferlum og svo allt í einu varð úr þessu eitthvað tónverk og ég bara, wow, þú veist, vegna þess að fram að þeim punkti hafði ég hugsað mér bara að tónskáld fólk með, þú veist, einhverja snilli gáfu, þú veist, sem að situr heima þessu og semur verk og gefur það svo til okkar hljóðfæraleikarana til þess að spila það, þú veist. En þarna vorum við öll að leggja eitthvað til og úr varð verk sem að vert var að hlusta á. En svo þegar ég kynnist þessu í samfélagslegu samhengi, að sjá einmitt, þú veist, að vinna með fólki sem aldrei hefur stundað tónlist, en við getum samt gert það sama, þú veist, og allir eru með, allir eru jafn réttháir og úr aftur verður tónlistin verður að hlusta á og þá verð ég algjörlega blown away. Svo ég fer þarna út og það þú veist, kennarateymið í deildinni bara 5-6 manns, þú veist. Og þetta var bara eins ás masters program og ég þar og þannig að þú veist, þetta liggur mjög vel við mér, þú veist, og ég átti auðveld með þetta og fékk tækifæri mjög fljótt og þannig að ég bara upphaflega byrja sem bara einn af kennurunum til þess að fara út í skóla eða eitthvað, þú veist, í Austur-London. Þegar ég kem út í London fyrst þá mesta starfinu bara með krökkum í skólum, sko. Svo, þú veist, fer ég að fá tækifæri í gegnum symfóníuhljómsveitir að vinna til dæmis með krökkum sem var búið að reka úr skólum. Þú veist, krakkar með alveg mikil hegðunarvandamál og fer að prófa mig áfram með það, þú veist, hvernig nálgast ég þessa krakka, þú veist, sem eru með algjöra brynju, þú veist, það bara að ná augnkontakt svolítið breakthrough, þú veist, og hvernig, og þú veist, það var rosalega áhugavert og mikið challenge, þú veist, að ná því. Og svo fer ég að fá tækifæri til þess að vinna inn á geðdeildum. Ég vinna á geðdeildum fyrir börn og unglinga sem að hafa brotið af sér þegar hafa komið í gegnum dómsmálakerfið. Það rosalega skrítið umhverfið, þú veist, það eins og sért að fara inn í fangelsi en þú veist, fangarnir eru börn, þú veist, það mjög, mjög sérstakt, sko. Skólinn í samstarfi við stofnanir sem hjálpar fólki sem á við ýmis vandamál að stríða, til dæmis á geðrænu stigi og það hefur verið verkefni Sigrúnar að vinna með því fólki sem ekki með neitt bakgrunn í tónlist. En þegar þú ferð inn á geðdeild að kenna, hvernig gerist það? Það oftast bara í gegnum Royal Philharmonic Orchestra. Þar ég með svona ákveðið svæði sem þau kalla alltaf á mig. Ég vinn með mjög ungum börnum og með geðvandamál. Ég hef til dæmis unnið núna svona á síðustu árum þá var ég með verkefni inn á átröskunardeild fyrir unglinga. Það var mjög áhugavert verkefni og svo hef ég unnið líka, nokkrum geðdeildum fyrir unglinga og börn. Það náttúrulega mjög viðkvæmt umhverfi, sérstaklega átröskunarverkefni var rosalega átakamikið, sko. Og þá bara, þú veist, maður verður bara að taka því rólega. Ef ég var að vinna í grunnskóla myndi ég kannski fá alla til þess að standa í hring og og núna gerum við einhverja leiki og syngjum lög og eitthvað svona til þess að brjóta ísinn. En þarna að brjóta ísinn þá við bara
tökum því mjög rólega og bara að ná spjalli væri mjög góð byrjun. En þú veist, ég alltaf með teymi að tónlistarfólki með mér og þá myndi ég kannski biðja fólk bara að kynna hljóðfærin sín. Þú veist, og náttúrulega með alveg geðveika tónlistarmenn og sinfóníuljóstunum og kannski hér erum við með flautu, getur við spilað svolítið fyrir okkur á flautuna. Já, getur við spilað þetta aftur? Hvernig væri ef ég myndi, þú veist, taka þessa hristu og spila hana með þér að búa til smá beat undir á trommu og þannig svona plata maður fólk með. Og í London stofnar okkar kona hljómsveitir. Einn þeirra hljómsveitin Messenger sem hún stofnaði með einstaklingum úr heimilislausa samfélaginu og menntuðu tónlistarfólki en það var árið 2012. Hljómsveitin enn að koma fram og hefur gefið út plötu. Árið 2019 stofnaði hún svo eigið fyrirtæki sem heitir Metamorphonics. Þar eru gerð 3 verkefni á ári og öll tónlist samin í góðri samvinnu. Við gáfum út plötu í apríl 2020 með algjörlega frumsöndu efni og við höfum tekið upp með útgáfu fyrirtæki David Byrne í New York sem heitir Luaka Bob. Við höfum spilað á tónlistarfestivalum, við spiluðum á Field Day Music Festival sem þú veist, rosalega stórt á aðalsviðinu þar og PJ Harvey var nokkrum klukkutímum eftir okkur. Við höfum spilað í Jazz Café í London sem mjög virtur jazzklúbbur og við erum að fá þessi tækifæri af því að tónlistin okkar þess virði að hlusta á hana, þú veist, það ekki eitthvað svona, já, svo skulum við leyfa einn í heimilislistri hljómsveit að spila, heldur sendum við inn demo og það áhugavert efni og fólk vill heyra það, þú veist. Ekkert af einhverju súper góðmennsku sem þið fáið að gera þetta, nei. Og það náttúrulega geggjað valdefli, þú veist, að geta þegar maður að tala við hljómsveitina áður en við förum á svið og bara minna fólk á, þið eru ekki hér út af einhverjir að vera, þú veist, næs við ykkur, þið eru hér af því þið eigið erindi hér. Og hvernig æfiði og svona? Hvernig fer þetta? Þetta svolítið vilt umhverfi. Að við verðum að hafa alltaf borð með kaffi og te og katli og því öllu saman og keksi og svona nálegt vegna þess að fólk verður að fá að taka pásu, þú veist, þegar það verður of mikið, sko, en þú veist, þetta líka bara þrusu agað umhverfi, sko, að ég með æðislegt teymi af fólki með mér sem eru fyrrverandi nemendur mínir sem ég núna ræð til þess að starfa með okkur og þannig að ég með, þú veist, alltaf með alveg solid trommara og ég með líka gítarleikara sem að vinnur þá með eins og ég kalla rafstrengja deildinni, þú veist, með bössum og gíturum og hjálpar að útsetja það. Svo ég með söngkonu sem hjálpar við að semja textana og það sem og við byrjum kannski bara með einhverju djammi, þú veist, einhver byrjar að spila einhvað og aðrir taka undir og þannig byrjar það og ef að grúfið gott þá sit ég og hlusta og byrja svo, ok, og allir hérna stopp því haldið áfram, söngurar náið síman ykkar, takið upp ljómana, ok, búið, hvað getur þetta lag verið og við tölum það og síðan svo sendi ég þau út, ok, semjið texta, ok, nú getum við búið til næsta hluta af tónlist, strengjaleikarar og blásarar farið út, búið til laglínun og þetta og svo þetta bara svona púsl, sko. Og þetta fólk kemur til inn í skólan? Já, ég meina þau koma, við æfum í bara frábærum aðstæðum? Algjörlega. Við erum búin að leggja undir okkur sjónvarpsstúdíóið í leiklistadeildinni, það okkar space, ég ekki búin að segja neinu það en það okkar space. Þetta sástu ekki fyrir þegar þú varst að fórst fyrst til London? Þetta svo aldrei nú. Þetta var aldrei inn í myndinni? Aldrei. Ég hefði ekkert getað hannað þetta starf, þú veist. Hefði ykkur sagt okkur hvað langar þið að verða þegar þú verður stór. Hefði ég vitað að þetta væri til þá hefði ég sagt þetta, en það bara, ég hefði aldrei getað ímyndað mér það, sko. Og það engar 2 vikur eru eins, þú veist. Og það náttúrulega bara ótrúleg forréttindi að fá að vinna með öllu þessu fólki, þú veist, og líka bara fá innsýn inn í þessar hliðar samfélagsins sem að maður hefði aldrei getað ímyndað sér. Að maður myndi, þú veist, ég vinnu í kvennafangilsi í Portúgal og þú veist að bara í frumskógum í Bali og þú veist, út allar trissur, þú veist, ég kennt í háskóla í Japan
þú veist, unni með í háskóla í Bandaríkjunum og þú veist, alltaf, og það er líka náttúrulega svolítið forréttindi að vera eiginlega alltaf, þú veist, þessi gestur sem kemur inn. Þú veist, það er náttúrulega rosalega pólitík og þú veist, það er erfitt að vinna í stórri stofnun, þú veist, og það er alveg nóg að gera það í Guildhall, þú veist, að ég alveg gerir mig grein fyrir þeim forréttindum að koma inn sem gestur í afmarkaðan tíma og geta svo bara vinka bless og fara á næsta stað, að það er mjög spennandi. Það er líka mjög spennandi að vera endalaust að búa til nýja tónlist, þú veist, ég er ekki með eitthvað sérstakt, ég er ekki með möppu með lögum og segja, ok, við gerum þessi lög, þú veist, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast sem er rosalega spennandi. Þú ert að fá til þín í rauninni veikt fólk, þú veist, margs konar. Er tónlistin, hvað ég var að segja, er hún lækning fyrir þetta fólk og það bara kemst í allt annað grúf eins og við myndum segja í tónlistinni? Já. Bara, og jafnvel veikindin gleymast og það bara... Algjörlega. Þetta er magnað. Já. Og það er ekkert eitthvað mumbo jumbo og það er ekki eitthvað nýjaldar bull, þú veist, það er bara alveg vel rannsakað, þú veist, það er bara svo. Og ég meina, ég er náttúrulega búin að vinna við þetta starf í rúm 20 ár og ég sé það bara daglega hvað gerist. Og fólk notaði orðið eins og lífsbreytandi, þú veist. Já, þetta var lífsbreytandi. Já. Og fólk, þú veist, er núna að sjá einmitt veg fram á við sem það hafði aldrei ímyndað sér fyrirfram. Og þú veist, ég er ekkert að segja það í einhverju djóki, það er að gerast, sko. Og það sem að fólk talar úti í heimi, þú veist, er að bara það að fólk horfi í augun á þér. Það hefur gífurleg áhrif vegna þess að þegar fólk er á götunni verður það ósýnilegt. Og það er bara það sem mesta sem maður getur gefið fólki er að einmitt að bjóða því inn í umhverfið þar sem að það hefur rödd. Meinandi það að þú skiptir máli og það sem þú segir, það er tekið mark á því, þú veist. Að það gefur fólk alveg gífurlega mikið og það er eitthvað sem að fólk tekur með sér út úr rýminu líka. Og þegar þú ert kannski þá að sækja vinnu næst, ef þú getur haldið augnkontakt örlítið lengur en þú gast áður, það getur haft mikið áhrif. Sigrún hefur flutt þessa hugmynd heim til Íslands og unni með starfsendurhæfingarmiðstöðvunum, fengi fólk þaðan í samstarf og stofna hljómsveit. Við vinnum ekki með heimilislausasamfélaginu hér, heldur vinnum við með starfsendurhæfingarstofnunum. Já, sem er alveg frábær fyrirbæri og eru starfræktar bara í öllum bæjarfélögum, stærri bæjarfélögum á landinu. Og þar sem að fólk getur leita sem að er í vanda og það geta verið alls konar ástæður fyrir því að fólk lendir í vanda. Það er mikið svona kvíðavandamál og þunglyndi kannski, langvarandi líkamlega veikindi, það getur verið alls konar ástæður fyrir því. Auk, þú veist, og auðvitað fíknivanda og alls konar hluti sem að geta valdið því að fólk svona dettur svolítið út af sporinu og fá frábæra þjónustu hjá starfsendurhæfingarstofnunum. Og ég hef unnið í samstarfi núna, þetta byrjaði allt saman með samvinnu á Suðurnesjum, að þeir fengu mig til að halda smiðju, 3 daga, 4 daga smiðju með sínu fólki og Sævar Helgi frendi minn hjálpaði mér með það. Og þá einhvern veginn svona kviknaði ljósapyrir hjá mér. Ég var með hljómsveitina í London með Messengers og ég var að vinna í því að stofna fyrirtækið mitt sem ég stofnaði 2019 sem heitir Metamorphonics og var að hugsa, þú veist, að stofna hljómsveitir í samstarfi við háskóla og heimilislausasamfélagi var upphaflega hugmyndi mín og svo var ég að hugsa, en gæti ekki starfsendurhæfingarnar orðið hlutafar í þessu. Þannig að núna vinn ég með samvinnu á Suðurnesjum, með starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar og starfsendurhæfingu Vesturlands sem eru á Akranesi. Við höfum unnið líka með Hugarafli í Reykjavík og við erum með hljómsveit núna á hverjum stað þar sem að allir skjólstæðingar starfsendurhæfingarnir taka þátt í einu og þú veist, fólk bara, what? Er ég að fara eitthvað? Ég hef aldrei gert nýtt í tónlist eitthvað svona, já, það skiptir ekki máli, við erum hljómsveit núna, í 4 daga erum við hljómsveit og við semjum saman lög og svo var boðið fólki að verða fulltrúar sinna starfsendurhæfingar í þessu stóra bandi sem var inn í Eldborg sem heitir Korda Samfónía og við vorum með 5 aðila frá Suðurnesjum,
fulltrúa Suðurnesja sem tók þátt í kortu og stóði sig alveg frábærlega og fólk frá öllum hinum stofnunum líka, auk nemenda frá Listaháskóla Íslands og hljóðfæraleikurum frá Sinfóníunni og við unnum saman í 10 daga og sömdum 60 mínútur af tónlist og fluttum á tónleikum í Eldborg og það var alveg, risastór stund og fyrir mig persónulega var það mjög frábært að geta loksins svona sýnt þessa hlið á mér líka sem listamanni. En það var mjög skemmtilegt og skipti mig mjög miklu máli. Þannig að það eru 7 ný tónverk sem við höfum samið núna á 8 dögum. Svo það er bara, það er mikil vinna og æðisleg tónlist, alveg geggjuð flóra í efninu og rosalega bara einstaklingarnir fá að nota sín og það er bara, þetta er epískt, alveg frábært. Það hefur gengið vel sem sagt? Alveg fram úr öllum vonum, sko, rosalega fallegur hópur, fólk á öllum aldri, frá öllum mismunandi bakgrunnum og með ýmsar sögur og vinna alveg dásamlega saman. Er þetta skemmtileg grúpa? Má ég spyrja þannig? Alveg, þetta er bara eina af betri grúpunum, sko, alveg frábær, rosalega góður andi og bara tónlistin og spilamennskan er alveg fram úr öllum vonum, sko. Korda Samfónia hélt tónleika í Hörpu í fyrra sem voru gefnir út á Spotify í vor. En hópurinn hélt einnig tónleika í Fíladelfíu við það tækifæri. Þetta er búið að vera svakalegt verkefni í hefur, eitt af mörgum, en þetta er náttúrulega ansi stórt að hegi. Jú, og ég líka er project managerinn fyrir þetta allt, þannig að ég er að æfa hérna til 4 og svo er ég að skrifa pósta og ganga frá pörtum og senda allt til 11 á kvöldin, þannig að ég verð glöð þegar þessari lotu líkur og þá er bara næsta gig í London. Hvað er þetta við tónlistana, segir hún, sem að drífir þið svona svakalega áfram? Þetta eru bara töfrar, maður gleymir sjálfum sér og er bara í þessu, gerir það sem gerir þar. Og það er að gerast hjá fólkinu líka? Algjörlega, það er það og þetta er lífsbreytandi. Ég er ekkert að segja það bara, þetta er það.